Gísli. Formaður, ágætu ráðsfulltrúar. Fyrst langar mig að þakka formanni nefndarinnar fyrir gott samstarf og góða framsögu. Í framhjálpi langar mig að vekja athygli á smávægilegu misræmi milli boðaðrar dagskrár og þeirrar dagskrár sem birta á vefnum. Á vefnum segir að hér sé til umræðu starfsreglur, en í boðaðri dagskrá eins og kynnt var í upphafi fundar að þær séu til umræðu og afgreiðslu og jafnframt annar dagskrárliður sem ekki kemur fram á vefnum, það er að segja skipan nefndar. En þá að málinu, starfsreglunum. Ég vil fyrst vekja athygli á því að ekkert var í nefndinni fjallað hagsmunaskráningu eins og rætt hefur verið opinberlega að ætti að vera hluti af umgjörð okkar og gerir ráð fyrir að stjórn, þegar hún fullskipuð, taki afstöðu til þess. En ég vil fjalla hérna 15. grein reglana sem ég lagði mikla áherslu á að yrði með þeim hætti sem að sátt varð í nefndinni eftir miklar umræður og ég nokkuð ánægður með þessa niðurstöðu. Ég vil vekja athygli á því að reglum málsmeðferð þarf að ljúka áður en efniságreiningur rís. Í 15. grein segir í fjórða málslið 3. málsgreinar eins og formaður vakti sérstaka athygli á að 8 ráðsfulltrúar hið minnsta eigi rétt á því að leggja fram valkost við þá meirihluta álitið. Ástæðan fyrir því að ég lagði þetta til og þetta var niðurstaðan eftir miklar umræður að sú meginregla gildir þegar félagslög eða stjórnskipan sett eða henni breytt, að þá gjarnan áskilinn aukinn meirihluti. Þannig að þetta ígildi þess. Þetta í rauninni ígildi áskilnaðar 2/3 hluta meirihluta til þess að ná niðurstöðu þar sem bara einn kostur í boði. Tilgangurinn með þessu ákvæði einnig sá að gæta þess að vinna okkar í heild tillaga að frumvarpi til stjórnskipunarlaga sem vonandi fer fyrir þjóðina og síðan Alþingi, að hún verði ekki felld af þjóðinni í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að einhver hluti þjóðarinnar á móti tilteknum atriðum. Og ég vek athygli á því að það getur verið þannig að einn hluti þjóðarinnar getur verið mjög á móti einu atriði og annar hluti þjóðarinnar getur verið mjög á móti öðru atriði. Þannig að tilgangurinn ekki síst sá að vernda aðalafurð þessa mikilvæga starfs okkar. Í þriðja lagi tilgangurinn augljóslega sá að vernda stóran minnihluta, 1/3 ráðsfulltrúa, fyrir því að geta komið fram með valkost í stað þess að hann sé beittur ofríki af kannski naumum meirihluta. Í fjórða lagi vek ég sérstaklega athygli af því að þetta í samræmi við það umboð sem að Alþingi hefur falið okkur með þingsályktun nýverið og vil þá vitna í með leyfi formanns álit allsherjarnefndar, meirihluta allsherjarnefndar frá 14. mars síðastliðnum, þingskjal 1028 frá 139. löggjafarþingi, þar sem segir að meirihlutinn ítrekar þau sjónarmið þar sem þar koma fram, þar að segja í fyrra áliti þegar lög stjórnlagaþing voru til umræðu, og það vilji meirihlutans að taka eins og hægt tillit til hugmynda sem fram hafa komið að efnt verði til kosningar niðurstöður stjórnlagaráðs áður en þær koma til kasta Alþingis. Þess venst að stjórnlagaráði gerir tillögu hvernig haga megi slíkri kosningu, samanber 6. tölulið 2. málsgreinar tillögunnar. Nauðsynlegt að skoða mjög vel hvernig best sé að útfæra slíka kosningu þannig að hún nýtist Alþingi sem best við áframhaldandi meðferð málsins. Þannig eiga menn ekki að gefa sér fyrirfram að bera eigi einn kost undir þjóðina. Það að hún yrði beðin að hafna eða samþykkja tiltekna útfærslu stjórnarskrárinnar. Æskilegt væri að finna leið sem gerði það kleift að bera mismunandi kosti undir þjóðina, til dæmis þannig að menn gætu sjálfstætt lýst afstöðu einstök ákvæði nýrra stjórnarskrár eða eftir attökum einstaka kafla hennar. Þannig fengi Alþingi mun gleggri upplýsingar vilja þjóðarinnar einstaka þætti í stjórnarskráni en ef kjósendum yrði gert að samþykkja eða hafna öllu sem kæmi frá stjórnlagaráðinu. Tilvitnun lýkur. Þarna meirihluti allsherjarnefndar rétt áður en okkur falið þetta umboð sem að Alþingi fer alla jafna með,
að árétta fyrirskilning allsherjarnefndar allrar frá fyrra ári að valkostir eigi verið í boði og þjóðina megi gjarnan spyrja. Í 5. lagi vil ég vekja athygli á því að stjórnlagaráð ekki skipað mörgum fulltrúum landsbyggðarinnar og fleiri hópa mætti nefna sem ekki eru kannski hér margir með marga fulltrúa og þess vegna svona tillaga eins og í 15. greininni til þess fallin að auka líkur á samræmi milli stjórnlagaráðs og vilja þess og hugmynda þjóðarinnar nýja stjórnskipun. Í 7. lagi vil ég vekja athygli á því að þetta ekki tilraun til þess að skapa auðvelda útleið fyrir okkur af því að við erum öll sammála eins og kom fram í aðferðarorðum sem framsögumaður las að leitast við að ná sameiginlegri niðurstöðu og það auðvitað besti kostur að við verðum með eina tillögu í sem flestum atriðum og notum ekki þetta sem auðvelda útleið að skjóta málinu til þjóðarinnar. Í 7. lagi vil ég vekja athygli á því að við erum með í höndum ítarlega skýrslu frá stjórnlaganefnd þar sem akkúrat þessi leið farin, þar sem að hugsanlega einhver áherslumunur í nefndinni var til þess að lagðir voru til 2 kostir, tillaga A og tillaga B, þannig að fyrirmyndin nærtæk. Í 8. lagi vil ég vekja athygli á því að slíka minnihlutavernd þarf ekki endilega að nýta. Hún fyrst og fremst til þess að tryggja að ólík viðhorf heyrist og það sé tekið tillit til það og í neyð sé hægt að grípa til þess að valkostur sé borinn fram. Þá vil ég vekja athygli á því í 9. lagi að í aðfararorðum sérstaklega hnykkt á því að við ætlum að reyna að ná fram sátt fremur en að beita afli atkvæða. Það væri í nokkru ósamræmi við það ef að ekki væri tryggt að minnihluti, svona stór, kæmi sínum viðhorfum fram í beinni tillögum valkost. Í 10. lagi vil ég vekja athygli á því að ef einhver svona tillaga nær ekki fram að ganga, þá hættan á að hér skapist í lokin einhver ágreiningur sem verði til þess að minnihlutin komi með sérálit og þá þarf séráliti væntanlega að lúta að allir í stjórnarskráni. Og reyndir menn hafa bent starfsnefndinni á síðasta fundi hennar á að það væri rétt að til þess væri tekin afstaða áður en starfsreglurnar eru samþykktar endanlega hvort að minnihlutaálit eitthvað sem heimilt. Og ég ekki að rökstyðja það að það eigi að vera niðurstaðan, það væri mun afdrifaríkari og það væri tillaga sem að gengi lengra. Ég vil nefna nokkur mál sem gætu komið til þess að slíkur valkostur yrði í boði. Það væri kannski trúmál, það væri kannski mál fullveldisframsal, það væri kannski mál kjördæmismál. Og hættan sú að ef einhver tiltekinn hluti þjóðarinnar hefur sterkar skoðanir aðra en meirihluti stjórnlagaráðs í þessum málum, þá felli hann tillöguna í heild. Í 13. lagi vek ég aftur athygli á því að þetta ígildi aukins meirihluta og í máli fræðimanns sem talaði í Háskóla Íslands í gær, Jón Elser, kom fram að suðurafríska stjórnarskráin hefði einmitt verið samþykkt með 60% auknum meirihluta. Þessi tillaga gerir í rauninni ráð fyrir 2/3 eða 67% ef svo má segja og taldi hann ekki annmarka á því aðspurður Jón Elser ef að til væri gildandi stjórnarskrá til þess að nota ef að sá meirihluti næðist ekki og það jú staðan í dag, við erum með gildandi stjórnarskrá, við erum bara velta fyrir okkur breytingum á henni. Ég vil að lokum vekja athygli á því að þetta málamiðlun í nefndinni sem var til eftir miklar umræður og í síðasta lagi vil ég nefna það að okkur falið mikilvægt hlutverk af Alþingi og ég tel að það gagnist mun betur fyrir þjóðina ef við þiggjum það eins og Alþingi og allsherjarnefnd bjóða það og við þiggjum þann möguleika að geta lagt fram valkost í afmörkuðum málum og vekja athygli á því að fræðimaðurinn sem ég nefndi, Jón Elser, hann taldi skilir þess að hafa slíka málsmeðferð að þetta væri afmarkað mál
sem raskar ekki heildarsamhengi stjórnskipunarinnar og þess vegna vil ég í sáttaskyni nefna þann möguleika að inn í 15. greinina bætist orðalag eitthvað á þá leið að slík tillaga þurfa að vera afmarkað mál sem raski ekki samhengi annarra þátta stjórnskipunarinnar og vona að þetta sé eitthvað sem verði þá mikil sátt í stjórnlagaráði að afmarka þetta bæði tölulega og efnislega þannig að við föllum ekki í þá grefju sem að fræðimaðurinn varaði við. Mér finnst það líka augljóst að við getum ekki haft valkost forsetaræði til dæmis eða þingræði. Það er mikið grundvallaratriði sem tengist mörgum atriðum en afmörkuð mál eins og kjördæmamál eða kirkjumál þá væri auðvelt að hafa það án þess að það raskaði heildarsamhenginu.